Hvað með notum landa? Hellum við getinu og kveikjum í. Hörðu, Hvað er þetta? Símdal? Látt á speaker. já, Halló? Halló? halló. Er þetta lágt ekki svona? Já, hver er þetta? Þetta er bara ástkær hlustandi að hringa inn. Býtu, erum við komin í þennan pakka? Bingo, bingo. Það er nýja lagið. Ég fíla skattporn. Yes sir, þetta er góð leið til að byrja nýjan þátt. Já, Þátturinn sem mamma mín sagði var góður ef ég var ekki í honum. já, ég las það komment. Já, hún var að meina sko henni þætti óþægilegt að heyra mig segja alla þessa hluti. Það var Já. gott en það er óþægilegt að ég er að það, þú veist. Vilt mamma þetta bara podcast bara með mér? Hún vill sko, henni finnst þetta gott og fyndið, Já, en finnst óþægilegt þetta sé ég sem er að segja, að þú sett þú fyndin. og ég sem að tala um spöngin okkur manni eða eitthvað. Hún myndi verið að hlista En- okkur á en tvo það- aðra. Þetta er samt greinilega hennar húmor. Já, en henni finnst bara eitthvað óþægilegt að þetta er sonurinn að skilja. Já, ég skil það svo. Sorry mamma. Já, bara sorry að þú sért með húmorinn hjá sinniðin. Já, Og að Þóraldur sé svona. bara afsakið að þú sért móðu mín og þess að lífa við þetta. Ég held að mamma mín sé ekki vera. Mér svo á leðninga þá var Kari eitthvað, hvað ertu að fara að taka upp hann að láttu mig vera? Ég er svona, ástuð mín. Takk fyrir stuðningin og Já. hérna, Þú veist, hvað erum við að prasa? Já. Láttu mig vera? já, ég Svo var er að, eitthvað svona, er það betra nafn kannski? ég var að fara upp á sviðum daginn og ég sendi konu minni svona átveitið sem ég var í eitthvað. Nei, ég var að fara í viðtalana hjá Hringbraut, Já, ég var 11 og ég sendi eitthvað, er ég fýtt svona eitthvað, hún eitthvað, já, þú ert fýtt en mætti skipta um smetti. Og ég setti þetta eitthvað inn og mér er svo gaman þegar fólk svona móðgast fyrir hönd annara, þú veist. já, Þetta var auðvitað grín, skilur. já, var fólk samt að Fólk er móðgast? ekki bara eitthvað, kannski þessi mannskætt að skipta um persónleika. Já, ok, jésús. Þetta var svona, þú veist, hún veit alveg í hvernig hún var að senda þetta, skilur, hún veit alveg í hvernig ég tekur þessu og finnst þetta fyndið, skilur. Já, ég get líka ekki ímynda með þig vera að posta eitthvað, bara trúið þig Já. hvað þessi manneska sagði um mig. Vá, hún er að gefa mig likes af því að núna er ég í uppnámi. Nákvæmlega. Nei, Þetta er ekkit verið en mamma hefur sagt um mig oft, eitthvað. nei, nákvæmlega. Ég skil hana samt mjög vel. Einhvern tíma setti ég mynda af mér, ég var með gifsi Já, og ég var eitthvað búin að vera með ekki lengi, eitthvað, á ég taka það af eða ekki og ég ætla að láta fólk bara, þú veist, bara taka það af sjálfur, sko. Ég ætla ekki að fara, já, má Þú veist- það. já, þú veist, ég var búin með þetta eitthvað heil lengi. Ég nefndi ekki að vera með þetta lengur, skilur. Nei, nei, Ég var eitthvað búin að gróa og ég eitthvað, og ég taka gifsið af ruglega. og mamma eitthvað, nei, því minna sem sést í þig, því betra. Er þetta gott? Já. Já, ok. Þannig að, þú veist, Hún er með góðan húmor. Ég hef alltaf gaman að rósti, sko. Hún er ekki reynilega með góðan smekk ef hún fílar látt ekki. Látt mig vera. Já, látt mig vera. Það er að ruggla miður í minni. Ég klaraði Jeffrey Dahmer. Já. Þetta eru mjög góð þættir. Hann vildi bara knúsmaður. Hann vildi bara knús. En það er nefnilega málið, þú veist. Hann hefði ekkert verið svona furðulegur, hefði bara Með ykkur knúsaðan. einhver knúsaðan, helst samkynniðu maður, sem væri, já, ok, nei, já, leið mér að baktraka. Ef hann bara, ef hann væri ekki, ég veit það ekki. Þetta, þú veist, jú, ef hann fengið að knúsa aðra stráka Já. og bara verið hann sjálfur, þá væri þetta ekkert svona. Knúsum hvort annað. Knúsum allra raðamóninga. Knúsum hvort annað, ekki borðum hvort annað. Það er gott motto. Er það ekki? Það er motto okkar í dag. Já. Knúsum hvort annað. Ekki borða hvort annað. Nei, það er bara, Það er mjög fallegt. já. Ég var að slúðra um þig í morgun Ok, og ég fekk slúður um þig ok, og eiginlega bara rétt á hún, þú sendið mér svo og ég ætlaði að spyrja út í þetta ok. en svo leiðrist þetta. Það var, Þetta var ekkert ég. nei, Ok, það er, hvað slúður var sko, Lofís sendi
er Arnald Daði komið nýja konu. Okay. Næstum því, hún veit ekki eins og hvað þátt að taka getur bara vel verið já, nákvæmlega, kannski er ég bara einhleipur næstu og hún sagði, hann var eitthvað að setja í story mynda einhverju ljósari konu og sagði mín og hjarta það var ekki ég og ég eitthvað, þú fór ég að skoða story hjá þér allstaðar já inn á bara öllu ég eitthvað, hvað er sagt hann þetta? Hún eitthvað, nú finn ég þetta ekki hann búin að íða þessu, hann setti þetta inn óvart og við eitthvað, Arnald Daði geðu eitthvað player, hvað í gangi what the hell hún eitthvað, það meikar samt ekki sens hann bara geðu player svo hún eitthvað, ég var að sjá þetta story þetta hjá okkur öðrum já, ok, ég fór að halda að þetta væri eitthvað bug í kerfinu sko, því að Mauricio sendi mér skilaboð í morgun bara eitthvað eitthvað story ég fór að checka og var ekki neitt okay. Þetta var bara einhver alltaf gauður og hún er bara að vera villaus klukkan hvað sendi hún þetta? Var hún bara andvaka og bara eitthvað svona hvað? Ég bara gæti ekki sofið yfir út af þessu Þetta ekki? Nei, þetta var bara ekki í morgun Já, en þú sagði samt vera að slúðra mig þannig að þú veist, þegar hún kom með þetta komst þú þá með eitthvað annað Nei, það var bara ég frétti hann Nei, þú veist, við vorum að tala þig, skilur og vorum að svona, hann player, skilur hann bara komið með einhverja nýja Já, nei, þið þekkið bara stakks inn í story, bara mín Já, þið þekkið mér nú bæði nógu vel Já, þetta var þetta ógeðslega weird Já Það gerir þetta meira djúsi Já, það er reyndar, já, ég skil það mjög vel Það er alltaf gaman að slúðra Svo bara, varstu bara gamli boring Arnald Daði Já, bara sama gamla liði Nýr þáttur Það er eina sem ég búst að Nýr þáttur Horfa hérna, hlustið þarna Þetta er eina skemmtilega sem ég gera er að tala við Þórald Ekkert djúsi maður Ég tala við Þórald spöngin og öðrum mönnum Anskotin En ég var að senda þér myndbæð Nei, þú ert ekki með síma þinn Sími minn er myndavel Já, ég djúðlir í villis En við erum með símaðin tengdan en við Bluetooth, það ekki Ok Sýndu við myndbæði Knowing I'm the only Jew in this room. Only Jew in this room. Are you trying to get me killed? Það var Hekli sem spurði If it makes you feel hvernig hún like hefði I voted kosið New York, my vote doesn't matter there. It doesn't matter. Guys, everybody vote for whoever you want to vote. I don't care who you voted for. I'm just happy we're all here together. So you voted for Biden? I don't know. Why does it matter? Yeah, so what? Why does it matter? I can just tell by your jokes you voted for Biden. Alright. I can tell by the fact that you're still talking when nobody wants you to that you voted for Trump. Sound great Yes, donor sounding south. Alright, make some noise if you want her to shut up. But I did ask if anybody had any questions. I didn't think it was going to be... That's on me. That was on me for thinking I could have a human interaction with somebody. That's my fault. No, look, I'm such an insecure person. Here, I'll tell you the rest of that bit, and then we'll move on. I'm so insecure. I went and got an IUD. Whoa. Hey. Are you fucking kidding me? Yo, I'm never coming out with these people ever again. Og drekkur það Badass move Hvað á hún að gera annað? Fyrir þá sem hún hlusta það var þetta uppistandur upp á sviðið og þið heyrðu þetta interaction en í endan var að kasta bjór Fullri dós af bjór Það er ekki Fyrir grín vegginn. að fá það í andliti sko. Nei, Þetta fór bara rétt hjá andlitin á henni Beint í vegginn já og hún bara tók dósunni upp og klára hana Þetta er samt bara klassísku Trump-vóti sko Já, að kasta bjórum og eitthvað já Ykkur kastaði ykkur í þig Já upp á sviði Hefur þú fengið tómata? Nei, það var engin ég held ekki Minnir ekki Nei, ég held að gæti verið einhverja að kasta penna einhvern tímann með Já En ég hef sullað drikk á fólk upp á sviði Þetta hefur verið öfugt hjá mér þar sem ég bara kasta einhverju í fólk þú bara, viljandi Nei, ég er bara að sulla, þú veist, bjórglasi eða eitthvað og brotna á gólfinu og fóra fólk og... Ég reyndar var ekkert að sko ég bað að þú veist, að ég var að taka upp eitthvað svona vídeo Já. Þannig ég var skemmt einhverjum menntaskóla og ég sagði eitthvað en ég að taka upp, ég ætla að segja eitthvað svona lélegum brandara og því eitthvað bara því bara bú
og mig henda svona, þú veist. Segðu að ég kaus Guðna TH og Og þeir mig henda svona einhverju bara, þú veist, hérna. Og þau bara fóru all in í þetta og ég fekk einhverju svona 400, þú veist, kókflöskur. framhaldsskóla Já. Já, gaur, þetta voru þín mistök 100%. Já, Ég var eitthvað svona, framhaldsskóla krakka þú veist, þið hendi bara einn í svona Já, kókdós og kannski Bara- einhverju krumpuðu miða, eitthvað krumpuðu blaði, skilju. Nei, ég bara eitthvað, sagði einhvern uminn á brandara og það bara, bú, svo bara kom bara svona. Hefði ég farið með þetta í Sorpu, ég var í milljónum var ekki. Ég er að fatta það núna, hvernig fór ég ekki með þetta beint í Sorpu. En þetta var, það var náttúrulega, það var svona, þú veist, þau voru með í þessu skilju, ég baði þetta, en Já, það þú baðst verður mig svona ekki mikið. verið hent ykkur í mig áður, sko. Nei, það En hefur oft það, verið ég var eins og hóta að lemja mig Já, út af gríni við líka og já, undir heimar Ísafjarðar var eftir mér Já, ok var mér tjáð, sko. Já, svona seinna Já, Er eftir það- sjóið þegar eitthvað. Er það ekki bara einhver eitt gaur? Jú. Undir heimar í svo Já, en hann er hættulegur, skilju. Hann er mjög hættur, hann er undir heimur Já. Undir Undir heimar. heimar undir heimar Já. Ó, nei. Já. Og hann er alltaf bara heima hjá sér. Já, þetta er heimur Fokk já Þetta er að sterkasta sem hann gerir að drekka bjór Ég er það ekki gauð sem brugga landa What? Ég get öruglega að redda númeri sko Vá, þetta er svo djúpt í undir heimunum Já Oh my god. En já. En þú veist hvað er að gerast í dag, sant? Eða hvort það var í gær eða Páskarnir það er merkist dagur. Ég held að það var annarkvort í dag eða í gær. Það var í dag, held ég. Varst ekki fylgjast með þessu? Það var live. Nei, hvað var það? IKEA-geitin. IKEA-geitin komin upp Já. Ég var fara að kveiki í henni Sko, ég held að við þurfum þess ekki. Akkur ekki Af því ég er með kenningu. IKEA kveikir í henni sjálf. Þetta er þekkt kenning sko Þetta Ég er sammála þessu. Ertu orðin svona conspiracy theorist? Þetta er eina samsæriskenningin sem ég er bara 100% on board með. Þetta er, þú veist, amma mín er með þessa samlega Amma þín er í stjórn IKEA og amma þín kveikir í geitin. Ég er að segja það hérna núna. Okay. Það er það sem ég trúi. Ok, Amma þín Ég skal er trúa. IKEA geitin. hún er hress Hún er hresskjæling Já. Jésús Nei, Já. að þetta er geðveiku auglýsing alltaf. Þetta er mjög góð Það er, auglýsing. þú veist, En af hverju er þetta live? Af hverju, og það er fólk heima á sér að fylgjast með þeir voru að setja upp þessa geit. þetta er náttúrulega bara markaðs Og dæmi, sko. alltaf bara eitthvað, það verður okkur kveikt í henni. Já. Það er ekki, þeir eru að eyða peningi í sko security og eitthvað. Já, ég samt trúði sko, ég sá viðtal við, þú veist, markaðstjóra IKEA á Íslandi Já. og hann var í viðtalinu, ég trúði alveg á andlitinu á honum, að allan að hann var ekki inn on it, ef þetta er eitthvað skemm, af því að hann var bara eitthvað, nei, þetta er, hætti þessu, þetta kostar pening, please. Please. Þannig ég er svona eitthvað, ok, ef að IKEA er að gera þetta, þá er alveg ekki að segja þessum gaur. Nei, það er nefnilega, þeir eitthvað, þessi gaur, hann er þekktur fyrir að geta ekki haldið, þú veist, hann getur ekki haldið í leyndamálunum. Nei, Þannig að þetta er svona leynistjórn já, IKEA á Íslandi. undirheimar IKEA. Heimir mættur frá Ísafirði. Bara kveikið mér í sjónum. Og einhver, Ég þekki gaur sem að er að brugga landa. já, kannski, kannski. Það er ekki að minnast á því hvers kýtt sem kemur ekki á því. Hvað með nótum landa? Hellum við getinu og kveikjum í. Hörðu, Hvað er þetta? Síndal? Látt á spíker. já, Halló? Halló? halló. Er þetta lágt ekki svona? Já, hver er þetta? Þetta er bara ástkær hlustandi að hringa inn. Býtu, erum við konur í þennan pakka? Hvað? Er ekki eitthvað leikur í gangi eða? Við vorum reyndar akkurat að tala um leik. Er þetta IKEA getin? Heimir? Gætir verið. Ef þú kveikir í geitinni þá farðu ókipis pítsu. Einmitt, ókipis pizzu. Já, þú ert alveg,
Þú ert alveg in on the jokes, eða ekki? Ertu ekki búin að vera að hlusta það? Jú, verður spurtur fyrir þáttur. Við erum með engan annan en hann Bjarna úr Hemma frænda á línunni. Já, menn, komið sæl, hlustendur, látt ekki svona. Takk fyrir að vita nafni á þættinum þegar kærastan hans, eða konan hans Arnórsstaða, veit ekki nafni á þættinum. Nei, hún er ekki hugmynd. Það er þessi Kara, eða? Það er Kara, þú þekkir nafnið hennar. Já. Hún hefur pottet ekki hugmynd hver þú ert, sko. Henni er alveg sama hvað ég gerir. En alltaf því ég googla þáttinn, þá skrifa ég látt ekki svona, með 2 G-um. Já, þannig að, já. Er á sýnt að breyta? Já, eiginlega, sko. Er þið smá vinna? Það er smá vesen, sko. Ég ert alveg að fara í 4 þætti alls staðar eitthvað og vera eitthvað. Já. En, Er það að taka upp, eða? Við erum að taka upp, já. þú ert í beinni, þú ert í live. Já. Gott stöf, hérna, ég bara hugsa, það var svo gaman að sjá, sko, þú veist, ég man eiginlega ekki hvað ég sagði þér á það, en ég ætlaði að láta ykkur spila smá leik. Ok. Herbergið sem þið eruð í, ég var þar fyrir í dag Nó. og ég undirbjó svolítið fyrir ykkur. Er þetta fokkið með? Nei, Ha? hérna, þetta er ekki það spennandi. Ert þú að taka okkur upp ykkur það? Hvað ert? Ég var að spá því samt án gríns alltaf að svona veiklega skilja eftir eitthvað inn í herberginu. Ert þú að Að reyna að finna það. Býttu nú við. Hann fann hérna eitthvað. Ok. Hreinsiklútar. Nei, þetta er hérna, þetta er, ég ætlaði að gefa ykkur vísbendingar og þið áttu að koma stað í. Ok. Hvað það væri. Ég er að fara fram úr sjálf. Já, eiginlega. Ok. Eru páskar? Ha? Nei, já, ekkert. Nei, ég sé þáttinn og þá skiljur þetta brandarann. Ég veit ekkert hvað þetta er. En ok, ég faldi skilaboð fyrir ykkur að þessu sinni. Ok. Skilaboðin eru falin í bók. Hvaða bók ætli það sé? Það er gott að það er bara, já, nákvæmlega. Náum við í þessa bók sitjandi við borðið? Vá, gott. Ég þarf ekki eins og að gefa ykkur vísbendingar. Já. Ég get ekki að svara já og nei. 1983. Árið sem að Þórhallur er fæddur. Heitir bókin það? Það er spurning. Bjarni er aðdáandi af þættinum og manstu þú lastar reyndar ekki í þættinum. Ég sagði þetta er ástkær hlustandi. Ég er ekkert, ég var ekki búin að halda hinu frá. Þú ert á okkar stærsti aðdáandi, Bjarni. Ég er búin að subscribe núna á YouTube. Já, það er nú. Ok, það er ekkert í 1983 bókinni. Nei. 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 Haldu áfram að spyrja. Þetta er spennandi. Já, hvaða bók er það? Bókirinn í herberginu hjá ykkur. Ok. Fyrsta vísbending. Já. Þetta er sænsk spennusaga sem var sett í 25 landa áður en hún kom út á frummálinu. Lína Lánsokkur. Sko, ég bara allt í hennu sá ég, mér varst þetta svo, það er hérna Jón Baldvin tilhugalíf. Já. Nei. Bjarni. Hérna eru öll brefin sem ég hef sendt úlingstúlkum. Já, vísbending 3 reyndar. Ok, spænsk. Hvað maður að, sagður spænsk eða sæns? Spænsk, já. Ég sagði spænsk fyrst, en að þetta er sænsk spennusaga, þá er þetta fyrir heilan að muna að það er sæn og svo spæ eða spett. Já, ég skil. Ekki, það skiptir einu máli að þið getur hort okkar á bækur og gert ráð fyrir hvor þeirra er sænsk eða spænsk eða alveg. Vísbending 3, hún sneri öfugt í fyrstu 3 þáttum. 4, 3. Við þurfum að fara yfir. En snýr hún öfugt núna? Nei, hún snýr rétt núna. Er ekki með soundboardið? Er það búin að unplugga því? Það er manual pratique de language. Er ekki latín? Býttu nú hægur. Já. Sko. Er hún heitari Þórhalli eða Arnóri? Hún er heitari Arnóri nema Ég þessi vissi bara það. svissum sæti. Nei, við erum Ég er nær hurðinu, sko. Já, ég vissi að þetta væri á mér. Já, ok.
Þórhallur, vissir að þú ert með örugglega svona að meðaltali svona stærri Wikipedia síðu en bara mikið fræðufólk á Íslandi. Þú að finna inn í þetta sjálfur, eða? Að sjálfsögðu, hver er annan enni því? Þetta er nefnilega mjög nákvæmt, maður bara þekkir þig eiginlega eftir að hafa lesið Wikipedia. Ykkur tíma sett ég eitthvað en ég sé það hefur verið bætt ykkur tíma við líka. Já, ok. Þannig að Arnór er ekki með neina Wikipedia. hann er ekki eins og inn á já.ri, skilja. Jú, ég er með IMDb. Já, en ekki Wikipedia. Já, Nei. Wikipedia, það er... Ég er í róstuna hans Helga Steinars. Ég titlaði sem rithöfundur. Æ. En það svindla og lest þetta á mér, sko, því ég veit ekki neitt. Hvernig er hún á litin? Hvað segir þau? Hvernig er hún á litin? Æ, ég maður ekki. Hún heitir Síðasti hlekkurinn, ég ætla bara að segja ykkur það. Síðasti hlekkurinn. Já, er að skrifa á íslensku þá? Já, ég hef með minnið það, allan að. Það er á blaðsíðu 420. What? 420. Gauður. Síðasti hlekkurinn. Hún ætti að vera bara beint vinstra megin við þig, sko. What? Tókst hana með þér heim? Nei, ég tók það ekki. Gæti að verið týndi hlekkur. Það er einhvers hlekkur. Já. Einhver hlekkur, segir þú. Ættu hún að vera hérna bara þá? Já. Ætla einhvers ég búin að snúa einhverju við? Kannski er ykkur búin að taka hann í útlán. Ég vildi fyrst á með þeirra að leita, ég bara að segja að sko, þú veist, ég ætla bara að jafna mig eftir að voru að drullu þáttur okkur í dag og svona og ég, Þú var... Fundum þetta. Þetta er náttúrulega bara vitt í bandir eða ekki strákar. Jó. Þetta er jafningaleikur hér og við erum bara að gera gesa hvað við erum. Að sjálfsögðu. Góði vinir og hérna. Þórhallur, hefur einhver sagt við þig að þú ert svona eins og Macaulay Culkin eftir að hann var sjúskaður? Veistu það? Já. Það er að versta. Þetta er ekki eins og í fyrsta sinn sem ég heyri þetta. Bjarni skildi eftir mynd að Nicolas Cage og ef ég þekki hann rétt þá er það Bjarni, er það því að ég og Nicolas Cage segjum sama afmælisdag? Geggjað, vá, það er bara innilega til hamingju, hvenær er það í afmæli? 7. janúar. Vá. Já, ég vil líka afmæli 7. Ekki satt. Nei, já, okkur. Já, ekki í janúar, já. Nei, ok, til hamingju með afmæli daginn. Já, takk. Er þetta geðveik gjöf, maður? Takk, maður. Þurfum að skila henni eða? Þurfum að skila myndinni? Nei, bara hérna, þú veist, þetta er byrjurinn á okkur svona fleiri gátum, skilur, svo skil ég eitthvað meira eftir í næstu viku eða þann næstu, sé til hvað ég nenni. Já, hvað ertu samt að brasa hér? Ég var að taka upp eitthvað fræðslefni fyrir þetta svona upplýsingarstökumenkerfi. Ok, þú komst ekki bara til að gera þetta? Nei. Skilja eftir Nicolas Cage. Það eru fyndana, sko. Ég er að fara að gera það samt. Þetta með svona gátir og Þetta er snild, maður. Verst að við, já. Nú þurfum við eitthvað að brjótast heim til þín eða eitthvað og skilja eitthvað eftir. Já, nei, ég veit hvað er taka upp podcastið. Ok. Við kunum farið inn og gert okkar eigin skilti. Við ætlum að skilja eitthvað eftir í stúdíunum eitthvað. Ok, glæðir þetta hjá Einari, ekki mér. Já. En það gera það, ég er spennandi að sjá hvað gerist. Já, við finnum eitthvað frumlegt að gera. Já. Gerum eitthvað skemmtilegt. Það voru gaman í kvöld og... Já, við erum bara, þannig sé rétt að byrja þetta podcast, sko. Já. Svona snemm í því. Byrjum að bank. Yes, sir. Nákvæmlega. Það er ekkert annað. En hvernig, svona í fullustu álfuru, hvor Arnór er skemmtilegri, eða svona skemmtilegri að vera í kringum? Já, þú klárlega. Já, takk fyrir það. Ég er ekki að segja og ekki hinn, Arnór. Nei, mitt. Og þegar þú googlar fulla nafnið, þá koma 8 myndir af honum og heitir þér. það finnst mér leiðilegt, af því að ég er eitthvað í showbiz, þannig séð. Já, þú ert að reyna að promóta eitthvað efni, hann er bara eitthvað svona að vera til og sæta á myndum og eitthvað. Þú ert alveg sæta á myndum líka, en þú veist. Það er alveg umulegt. Næst þú googlar Arnór þá kemur mynd af Nicolas Cage. Já.
geggjað. Þú ætlum að bæta því á Wikipedia page hans Já. Nicolas Cage að hann er sama afmælsdag og ég. A little known fact. Og ég var að byrja með Wikipedia síðan að þína að skrifa alnafni Arnór Dag Gunnarsson íþróttastjóra Breiðablik. Það var eina referensu. Og mynd af honum bara. Já. Það er geðið. Það er gaman. Ja, herru, Það takk. var frábært að heyri ykkur sakar. Já, sömuleiðis og takk fyrir Nick Cage. Já, bara njótið og það verður eitthvað spennandi næst líka og hérna, við höfum þetta bara saman stað, bara alltaf í hérna góðu bókinni. Það Já. Já. Ekkurinn, blæsir 420. Næs. Hún verður hérna, Síðast til hekkurinn, já. hún verður hérna á auðlýsum stað næst. Já, Hjá viftunni. og finnur þetta. Og áhærendur, endilega tjekki líka á Hemma Frænda. Tjekkið á Hemma Frænda. Klálega. Það er geggjað, hafa gott sakar og hérna bara njótið lífsins. Sömulegis. Sömuleiðis, skall. Ok, Bye bye. Blessaður. Þetta var hann Bjarni frá Hemma Frænda á línunni og hann gaf okkur mynda Nick Cage. Gekkja með þér. Þetta er eitthvað eitthvað sem ég var ekki að búast við. Þetta Hann Bjarni- er mjög fyndið. Bjarni er fullur að svona surprises. Já. Ég hérna átti Hemma frænda því ég var lítill og ég gat ekki sagt frændi, þannig ég sagði alltaf Hemmi fjandi. Hemmi Fjandi. Já, og hann hét bara eftir það, bara Hemmi Fjandi. festist það við hann. Og hann hataði. Nei, hann elskaði þetta. Já. Hann elskaði alltaf Hemmi fjandi. Hemmi Fjandi. Já. Ég var að reyna að segja frændi. Ég var ekki að segja að hann væri hver fjandi, skilur. Nei. En Það er svona, já, já, það er svona, örgulega svona, var þetta að einhverju þing. já. Það er leiðist að vera 14 ára. Hemmi Fjandi. Hátu. Nei, þetta var svona krútlegt, sko. Já. En ég fekk aðtöðasemd samt í dag. Er þetta annað slúður um mig? Já, ég er búin að vera að tala í Ég er með þig. sömu koni. En sko, Tóni, Er hann að slúður um mig núna? já, hann var eitthvað hissa. Hann var að hlusta á þáttin okkar síðasta þátt, þar sem að þú varst að spila viðtalið úr Hemma Frænda, ég ætla að segja fjanda, þetta er svo fast í Já. Hemmi fjandi. Já. Hann sagði að þú út að tala við mig hérna, Já. þá varstu bara, já, ég heiti Arnór Daði og svo hérna, nú viðtal við mig Hemma Frænda. Já. Hvað segir þér okkar? Hvað segir? Nú er ég alltaf að rosa með frá Húsvík. Húsvík. Og breytt og bara... Var með danskan hreim. Hvað það segja? Þetta var bara hræðilegur norrlenskur. Norrlenskur heimur, já. Ég held að það var að því að ég var bara svona... Varstu eitthvað stressað? Nei, ég satt í bílum minni fyrir framan búð Já. og var að taka þetta upp og ég bara svona var að hugsa bara rosalega mikið. Það var meira norrlenskur. Ég held það. Ég held að sko þegar ég fer líka, voru ekki að tala um þetta daginn, þú veist þegar ég fer norður, Já. þá verður hreimurinn minn miklu sterkari Já. og síðan En þegar ég þú kem varst- tilbaka já. tekur þetta alveg nokkra daga að fara. Varstu Og svo líka í podcastunum þegar ég tók upp með Hemma Frænda og voru að tala um þetta og leiðu þau byrja að tala um þetta Já, þú Fóruð komin norður. þá bara fór ég á haugana sko, Já. bara í haustum á mér. Það þegar hann var eitthvað, þetta var svo tveir, bara sikur maðurinn, skilur við. Ég er að hlusta á þetta aftur. Já. Ég veit ekki hvað hann að tala um. En Tóni er náttúrulega þekktur heitir. Hann er heitir, sko. Já. Og hatar allt sem er ekki á höfuborgarsvæðinu. Hann er bara hann er líka heitur. Hann er sexy. Hann er það. Ég geti séð Mentor, Webcam og Snjór og Salome á Sjónva Símans eða eitthvað. Engin norrlenska þar. Engin norðarska það sem að er hans mistök. Já. Hvernig var, hann ættir að gera kannski eina hryllismynd Já. á Hauganesi. Og að ráða einhvern leikara að norðan sem að getur kannski bara Horbjóður á Hauganesi. Það verður fyrsta dæmi mitt á IMDb. Það verður Róstæðans Helgistæði. Svo Horbjóður. Já. Og síðan mynda Arnur úr Breiðablik. Svona, Tóni, what the fuck? Í alvöru? En þú veist, hvað myndi svo mynd ganga lengi? Hvað þetta hann að drepa marga þann til að bara, þú veist, hann er búin að drepa alla á Hauganesi? Hann þyrfti að drepa... Ó nei, hann er búin að drepa allt bæjarfélagið. Hann er 3 lík hérna. Það kemist upp fljótt samt. Já. Það vita allir. Já. Það kemst enginn upp með, þú veist, að vera raðamorningi í smábæ. Nei. Það myndi allir bara Það strax... búa hvað margir Hauganesi? 150.
Vorum við ekki að tala um þetta? Mér finnst Við erum þetta. alltaf að tala um þetta. Veistu hvað málið er? Hvað? Ég var að tala með þetta í gær með Dáf. David. Hann er með nýtt podcast núna. Ég satt hérna í þessu stúdíu. Já, þú ert bara, þú komið í Já, graut hjá þér. ég er alltaf bara Já. núna að hugsa eitthvað svona, gauður, við vorum að tala um Þú þetta. sast hérna megin. Ég satt þarna með hinn og það var engin Nick Cage í herbygginu. Nei. Ég veit ekki hvernig ég er að ruggla þessu En saman. hvað var þetta með þetta, kók og mjólk? Ekki kók og mjólk. Actually Coke Zero Og með klóa. og nýmjólk. Já, hann kallar þetta kilk. Og þetta er bara eitthvað þing. Hann er að trolla eitthvað. Þú ert næsti gesturinn að segja ekki. Já. Þú ert Ég bara er að spyrja út í að það. koma að staði þessu. Þú ert bara að spyrja út í það. Já. En hann blandaði saman kók og mjólk. Já. Ekki kók og mjólk. Nei, kók og... Já, Coke Zero, nýmjólk og D-vitamin bætt. Hann var harður á því. Hún þarf að vera D-vitamin Já, bætt. you gotta get some D. Yes, sir. Ég tek Lísi. Ger ekki neitt fyrir þig. Lísi? Hvað meinar Bara- Er þetta önnur samsæðiskenning? Er þú hún að missa vitið það? Hvað er ekki að taka Lísið, drengur? IKEA er búin að taka allt úr lýsi og setja geita Nota það sem húsgagn. já geitamjólk í litlum lýsispilum. Geita og svo kveikjur þeim. Jésús, drengur. Ég veit þessar rímur er. Já, en hérna, já, hérna hér. Já, hérna hér í þetta sinn. Eigum við að gerast vegan? Ég og þú? Gætur það? Já, ég hef gert það í mánuð. Já, Þannig komst ég að ég væri með laktósa og þar. já. Kannski gaf ég sjálf með bara laktósa. En já, ég drekk ekki mjólk lengur. Já, ég veist að ég veit ekki, ég hef enga sjálfstjórn. Þetta er Og samt þú veist, ég gæti ekki sleppt kjöti ekki á jólunum. Ég skil það, sko. og ekki á virkum dögum. Vegan matur er orðin svo góður, sko. Já, Og þetta er ekkert eitthvað vegan að vera eitthvað að þú ert að vera hollur. nei. Þú getur borðað eins mikið rusl og vilt. Er til eitthvað óholt vegan? Eiginlega bara allt sem er, þú veist, já. Kann ekki sagt með það fyrr? Ég er alveg til með það. Hringur og vegan. Já, En það, svo er kjöt svona, þetta gerfi kjöt orðið alveg gott, sko. já, Eina vandamálið er, og ég man eftir þegar ég var að vinna með Gísla fyrst þegar hann var vegan og hann gat ekki styrta niður kúknum sín. Hann fór að kúka í vinnunni og þetta er eitthvað þing, hann var ekki orku til þess. Nei, þetta er eitthvað þing, víst, að kúkurinn verður svona loftmikil. Já. Hann flýtur bara og Gísli var gett lengin á klóstinu að googla Já, how to get poop down a toilet vegan poop. vegan style og þú veist, og Þurfti hann hann- láta þurfti hann- klósettpapír á Þú veist það hann að gata svona á kúkin til að leipa lofti út. og tróðum aftur upp í bósuna þér lappa á annað klósett og prófa aftur Nei, en ég held að Vegan kúkur er þetta hérna, út um allt. Getur hann ekki styrta niður? og mömmunni finnst þetta gaman bara Ef þetta var einhver annar. þetta var einhver annar já. sem að er ennþá furðulegra ég fíla grínið Þórhallur vá, oi ekki þú samt. Þetta er samt. Mamma hefur átt að til að segja stundum eitthvað óviðandi. Já, Og mér finnst alltaf að finna en til dæmis bróður mínum, hún finnst alltaf eitthvað mjög óþægilegt þegar mamma segir eitthvað. Mér finnst alltaf að mér finnst það ennþá eins og fyndið. hvað, er það eitthvað svona Það er, þú veist, eitthvað in the moment, skilur ég, þú veist, við erum, og hún er með svona svipaðan húmor ég, skilur stundum. já, ok, Þannig að hún getur segið eitthvað sem er mjög óviðandi. já, Og sem er ekstra fyndið þegar hún er svona gömul lítil kona, eitthvað. Já. Og segir eitthvað langt yfir strikið, maður bara eitthvað, þetta er fyndið. það er gaman að því sko. Já, það var eins og gaman kalla á Akureyri sem að safnaði dósum og var að semja hérna svona klámvísur ég held að hann sé ennþá að og var að gefa út bækur og eitthvað svona og þetta var alltaf rosalega mikið sport á djamminu já, þegar hann kom að safna á dósum bara, hei, komdu með klámvísur og þá byrjaði hann bara spin fire wow, bara með ógeðslega klámvísur jeez. og öllum fannst það ógeðslega gaman og síðan gáði hún dósis Já, hvað kostar einn vísa? 6 dósir. 6 dósir 6 dósir og 2 gler Ég ætla en samt, hann var góður í þessu sko, mér hlakkar alveg til að vera gamall kall, sko. Sko, hugmyndur að vera gamall og svona allt þetta sem fylgir Já. eitthvað bara svona að chilla eitthvað hannig
það líst mér vel á. Já. En, þú veist, eins og núna, ef ég fæ illt í bakið, þá er ég bara eitthvað, vá, hvað þetta verður ömulegt eða þetta verður bara daglegt brauð. Þannig að ég áttur að sakna þess að geta hoppað eins og ég gerir mikið og fara í ræktina daglega og svona. Ég áttur að sakna að taka lýsi. Hefur farið í ræktina einu sinna? Ég hef farið í ræktina, já. En það var samt ég var að labba í gegn. Ég var að spyrja, sagði ég frá þeim daginn, ég var að gigga hérna fyrir Icelandair Hotel. Já. Og þau sagði mér að koma í hvað heitir það? Ekki grófina, Gróttu. Og ég googlaði það bara og það er Grótta, nýja húsið hérna hjá Háskólabíó. En ég fór þangað og þetta er nýtt hús og þetta er bara hálfbyggingin er world class og svo er hinn bara eitthvað get fancy. Þú fórst ekki út á Gróttu hjá Vitanum og varst eitthvað að leita bygginginu? Ég held að þetta heiti Grótta, það geti verið eitthvað annan. Líklegast. Eitthvað, ég man það ekki, allavega. Segjum bara að þetta heiti Grótta og ég fór þangað og var að leita giggunum mínu og svona hvað er í gangi og svona þetta er fancy hús en samt fullt af skrifstofum eitthvað næs, þannig ég bara svona, þetta er hérna við erum með svona conference room sem er svona hálf svið með svona fullt af setjum þannig þetta er hérna og fór eitthvað labbaði eitthvað smá inn í ræktina og þú veist, kíkja á járnið og spurja hvort það væri ráðstefna eða eitthvað fyrir Icelandair Hotels fann ekki neitt, þannig ég sendi konunni aftur skilabóð og hún bara eitthvað, nei, þetta er vitlaus Gróta. Þetta er í Árbænum, hjá Hesthúsunum. Já. Þannig ég googlaði aftur og það var þetta... Í Víðidalnum hann? Já, þetta er bara, það eru hesthúsan í kring og síðan er þetta, þessi salur sem við vorum með var bara svona, þetta leit út eins og íslenskur sumarbústaður, bara aðeins stærri, þú skemmt hann það, sem að meikaði meira sens, af því að ég var að gigga fyrir hótel sem er nefnt eftir flugfélagi beint eftir COVID þannig að þú veist bæði fucking auðvitað eiga það ekki peningi til að vera í stóra svalahúsinu í kringum fólki í ræktinni en ég þurfti að keyra í hesthús já, en ég keyri í hesthús og þetta var Oktoberfest, það var engin að hlusta þetta var samtalið gaman sko. það er rosalega lítið gluggi fyrir uppistandara það er ekki á snemma, þá var enginn búin að fá sér bjór og þú er enginn að hlæja þú er enginn að vera að hafa svona ég ætla ekki að vera eitthvað svona það er fólk svona inn í sér svona svo er það eitthvað svona hálftími þar sem að fólk svona er komin í smá stuð en getur samt hlustað og svo verður fólk sérstaklega sniggar og fyllir og þá vilja þeir vera finna fólkið þetta var klukkan 8 þetta átti að vera 7:30 sem voru mín mistök að mæta á rangan stað þannig að kannski hefði þetta getað verið geðað gott sko. En svo var líka neitt að vera sem með sound system en nema þau voru búin að vera að djamma allan daginn, það er líka til þetta var Oktoberfest, þannig að þetta var bara free for all en þessi gluggi er alveg rétt í þess þetta er mjög það skelfilegasta gig sem að ég hef gert það var með Eyvindi vinni mínum og við vorum að skemmta Eyvindur by the way, hann er perrin í sketsinum sem ég gerði sem þú gerðir? Nei, hvað heitir sketsin? Ég var að sýna strákunum með það daginn þegar við fórum norður. Já, ég er pick-up-kallinn. Pick-up-kallinn, hann er pick-up-kallinn. Það ángrís, já. Já, hann er samt ekki perri, hann er bara, þú veist, að því... Er hann ekki perri? Já, jú. Jú, hann er að pick-up lítinn strák. Nei, hann er ekki lítinn, hann sagði að þú ert rétt hans eldri en ég. Já, ok, það er enda veit. En hann segir alltaf litli strákur og er svona, hvað þú leitaði klingi í vasanum mínu, viltu kók og sjúklaði? En finnir þér, sko, djókið er náttúrulega hann er að gera það í fullorðum mann, skilja. Það er djókið, já, en það er samt perralegt að vera að keyra upp á fólki. Það er það. Ég myndi að ég myndi að keyra upp á stelpu, einhverju ljósari stelpu sem ég posta á Instagram sinna. Og ég er bara eitthvað, hei, komdu hann inn, ég er með fullt að klingi í vasanum mínum, komdu inn í bílinn minn, ég reyna að vera að geta norðlensku núna. Hei, eða hvað? Ég er með tójar að þau eru brátt í bók. Ég er með kók í bauk. Þetta er eina með öllu og rauðkáli. Já, við vorum semst að skemmta fyrir, þetta var eitthvað svona, félag húsbíla eiganda eða eitthvað ekki. Húsbíla eiganda. Ég held, mamma mín er í því. Nei. Jú, þetta er alveg legit klippu, sko. Þetta er mjög furðulegt. Ok, þau voru búin að djamma, þetta var laugardagskvöldi, þau höfðu mætt þarna á föstudeginu
Já. og þau búin að vera að djamma á föstudagskvöldi, laugardagsmorgun, laugardag og afkomu laugardaskvöld. Já. Og við löpum inn Hótel Örk, Hveragerði. Fyrsta sem við heyrum ykkur maður að hóta að stinga, að tróða veislustjórunum í síldatunnu. Já, það alveg saltan í tunnu. Saltan í tunnu. Já. Það ekta gamaldags. Þetta var að fyrsta sem við heyrðum þegar við löpum inn. Það saltaði í tunnu? Já. Vá. Og hann var svo eitthvað, strákur, eru þið tilbúnir? Fyrir eitthvað, nei. Þetta var það sami gaurinn? Nei, bara veislustjórnum eitthvað, já, þetta komnir. Þau eru í stuði. Og á þessum tíma vorum við með uppistand saman upp á sviði, sko, 2. Já. Með svona eitthvað banter, sko. Já. Og við komum inn og það byrjaði sko öskra á okkur og eitthvað, við vorum ekki eins komnir upp á svið, sko, það var bara eitthvað, megum segja eitt orð áður, skilur. Og svo var eitthvað svona eitt fremsta borði sem var svona, það var okkur pottið mamma þar. Þetta var svona, örgulega verið fyrir. Þetta mörg ár síðan. Já. Og þau var svona eitt borð sem var svona eitthvað, þú veist, halda með okkar, þau bara orkind okkur geðið mikið að því allir voru bara, fólk var sofandi við borðið, sko. Já. Mamma var bara, mamma var að berja fólk og... Já, svona, ég vildi að hún væri einhverja, þetta væri fyndið, þetta væri ekki þú. What? Allar mömmur, maður. Og já, þetta var alveg speskeik. En bara, þú veist, fyrsta sem þú bara kemur inn, það hefur verið að hóta að salta veislustjóran. Já, þetta setur tónin pínu. Já, maður svona, já. Þú veist leið að þetta ekki að fara að ganga. Þetta verður stuð. Nei, það alltaf einhver ákveðin svona tímapunktur á svona geggjum sem að svona bara tappar út og bara svona, ég ætla bara að klára tíma minn vonandi fæ borga það ekkert sem hægt að gera. Nei, eins og með myndbandi sem þú sýndi mér aðan, ég var akkurat í haustum á mér svona, þú veist, ef þessi gælla heldur áfram að hekla, af því að það alltaf einhver tímapunktur, nær svona góður línu á móti og allir hlæja, það verður allir meira í liði. Já. En ef hún heldur bara áfram, sama hvort hún sé að segja heimskulega hluti, það bara ef hún stoppar ekki. Já. Þá vinnur eðlugur allt. Eðlugur allt saman, sko. Það akkurat með þess að glugga, sko. Já. Ég hef aldrei séð að það var gerð heimildamynd ég held að Jamie Kennedy gerði eitthvað Hekla. Hekles, bara held ég að myndin heitir, ég ætla alltaf að horfa á hana. Var hún áhugaverð? Hún var, þetta sko, ég fíla alveg Jamie Kennedy og gerði á þessum tíma, hún áhugaverð, en maður sér alveg að hún gerð svona in spite, þú veist að Jamie bara lendi í of miklum heklurum, þannig að hann ákveður að gera heimildamynd það. Já. Og maður sér það á honum í gegnum alltaf heimildamyndina hvað hann orðin pirraður á heklurum. Þannig að þetta heimildamynd gerðu rosalega mikið reiði gagnvart heklurum. Það er mjög langt síðan í söguna. Já, ég ætla alltaf að kíkja á hana, sko. Já. Þannig að hann var þetta var kannski svona ekkert mjög hlutlaus svona eins og heimildamynd að gera ætti að vera svona. Já, nei, þetta var hann komast að kjarnamast af hverju varst að hekla. Þú veist, hann með þess að fer svona og gerir viðtöl við heklarna sína eftir og þetta eru bara einhverju fulli gaur og hann bara what the fuck's wrong with you? Just want to be a part of the show, man. No, you're ruining the show. Why don't you love me? I don't care, I'm not Jim Carrey. I don't care what you say. Max 2 was great. En já, hvað var Jamie Kennedy? Ég sá hann og hitt hann. Og þá var ferillinn hans búinn? Já. Höldum okkur bara við þetta. Já. Hann var ennþá með uppistand. Ég held að fokkum tökkun. Já, ég var eitthvað í LA og fór á nokkur svona uppistand og hann var þarna. Já. Okkur bara við minna hann og hvað þið voru þarna tvíburar. Sklar. Já. Sklar Brothers eða eitthvað. Það ekki núna einhver leikstjórar eða eitthvað? Það tala Matrix? Nei. Þið fyrir Matrix? Bræðirnir eru systur í dag. Já. Er það ekki? Já. Já. Matrix. Nei, já, þeir eru tveir tvíburar, þeir voru alltaf uppistand saman. Coen? Nei. Uppistand, já.
Ég hef ekki hugmynd maður. Nei, skiptir ekki máli, þeir voru líka. Ég kannast eitthvað smá við þá og Jamie Kennedy. Já. Og já, þannig hann ennþá bara að gera uppistand. Já, hann bara að gera það sem hann gerir. Já, og hann svona leit nákvæmlega út eins og hann var alltaf klæddi sig eins en hann var bara orðin einhvern veginn gamall það var svona. Já. Ég er eitthvað skriti, ég horfði á hérna hann Pauly Shore kom í Joe Rogan einhvern tímann og það var að sorglegast við Pauly Shore var ekki eitthvað hann var gamall, það var bara hvað var augljóst á honum að hann saknaði þess að vera ungur. Já. Eina sem hann talaði bara svona this is the time. Ég fór eitthvað á ströndin og var bara að reykja gras með vinum mínum og svona eitthvað, hvað er ekki bara að gera eitthvað annað núna? Farðu á ströndin og reyktu gras. Já, menn hver er að stoppa þig? Gerðu bara það sem þú vilt. Þetta ekki vera ungur. Greiði Pauly Shore. Já. Erum við að referensa kannski grínista sem enginn þekkir? Mögulega. Jamie Kennedy og Pauly Shore hafa ekki gert neitt í svona 20 ár. Ég held að ég sé svo einu á mínum aldri sem að veit hverju eru bara því þeir eru uppistans. Bara, þú veist, afsakið þetta. Já, sorry. En það verður alveg 1-2 sem er hlust á podcasti bara, fuck já. Jamie Kennedy. Já, ég er búin að sjá þess að ég myndi líka. Jamie Kennedy, hann var með svona falda myndavill. Var hann ekki svona einn af þeim fyrstu sem var með svona, það var mjög vinsælt. Já. Hversu grilla er að pæla í punkt núna? Veist, hver var að nenna þessu? Finnst þér gætirðu leiki í svona fallið myndar að grilla í fólki? Ég veit ekki, nei. Þegar ég var úlingur þá hef ég verið til í þetta. En þetta er nefnilega gert fyrir úlinga. En svo einhvern veginn þegar maður horfir á þetta og svona er aðeins þroskaðari þá er þetta bara af hverju og ég líka horfði bara svona hvað það gera svo líka verða þú veist ef að ég elska Jackass en ég horfði á nýjustu Jackass daginn og ég er svona strákar hætti þessu farið bara á ströndinu og reykið gras já hvað er það hringið í Pauly af hverju að gera aðra mynd það var svona momentið það sem ég bara fá nokkra peninga fyrir það? Já, það var alveg slatta pening en samt, það er reyndar alveg slatta en sem þarf pening en ég get alveg ímyndað mér að þú veist, að fullt af þeim þurru. Ég hef talað við Steve O. Hvað er málið með þig alltaf að vera að hanga með Jamie Kennedy og Steve O og eitthvað? Ég talaði ekki við Jamie Kennedy en ég bara svona nei, ég talaði ekki við hann. En ég talaði við Steve O. Ég var í vinna í útvarpi. Er þetta þegar þið komið til Íslands og fór í hana dating þáttinn? Nei, þetta er eftir það að hann kom inn og við vorum með uppistand. Já. Og ég fekk það verkefni að hringja í hann og taka viðtal við hann. Og þetta var nýbúið að vera roast, hann tók þátt í roasti. Mike Tyson var hann og hann hljóp hann nefan á honum. Já, ég man eftir þetta var roastið á Charlie Sheen. Já. Og hann eitthvað, og ég spurði hann eitthvað, how was it getting fisted by Mike Tyson? Og hann that's a great question. Náðum ekki vel, þetta var þetta. That's a great question. Og svo bara bráðnaði hann. Hann er auðvitað haldið samt bara að þú sem Íslendingur hefði sagt þetta villast. Já, líklegast. Eða bara Já. Þú veist, bara hann veit ekki munin sjálfur. Bara fyrst að maður að berja með það í andlitið eða raskatið. Hvernig vissu hvað við gerðum með eftir partiðinu? Hlutinni sem hafa farið fyrir raskatið á þessum gauð er alveg mörg tonn að leikfangabílum og Mike Tysonum. Já. En já, ég get ekki ég á erfiðara með að horfa á svona hluti núna. Já, þú er svo þroskaður. Með kannski bara leiðilegur eitthvað. Það er það sem er búið að vera að segja mér allan dag. Þessi leiðilegur og svona valla á Google og bara eitthvað kreditaður hjá Helgasteinir eitthvað. Já, ekki dömðið á Wikipedia. Nei, ég er að Þú veist þá getur skrifað sjálfur. Já, ég pælir rosalega lítið eru fólk ennþá að nota Wikipedia. Finnst þetta að vera meira svona eitthvað og er bara ekki ráðin í gegnum að þú sett með Wikipedia. Wikipedia var svona ég ætla að lesa um þessa frægumennsku en núna ferðu meira bara á Instagram eða eitthvað og lest þar. Lesa þetta enginn maður. Núna meira bara svona Wikipedia eitthvað svona, hvað er DNA gert úr eða eitthvað? Já. Og svona, Yfir DNA?
Heyrðist þetta? Kósi kvöld. Heyrðist þetta þú klára? Kallin að fara að horfa. Opna Wikipedia. Já. Þetta er áhugaverð. Það er svo margt að. Já, það er margt skrítið í, hvað sem mann í hausnum á kúnni eða eitthvað. Kýrhausnum. Já. Eða í geitahausnum. Hello. Okay. Ég sökka á þessum tökum. Já, ég veit ekki hvað ég... það er ekki réttu soundeffektanir. Hey gate, fucker. What? Þetta er bara einhver koma með bara basúku og sprengja geitin upp. Svo jólin, þegar einhver kveikir í geitinni, ásendir einhverju klippa á IKEA. Ég held að það veri þessi ykkur. Klippir eitthvað saman. Já, bara... Ég ætla að fara að reykja gras á ströndinni. Hey gate, fucker. Já, heyrðu, við erum bara running out of time. Alrighty. Segðu þín síðustu orð, Þórhallur. Bara í lífinu. Kannski. Hefur þú samt eitthvað pælt í hvað ætlar að segja eitthvað svona, ef þú hefur tækið við þess svona loka orð, svona last words. Sumir svona hafa sagt. Já, sumir hafa sagt eitthvað cool. Já. Ég man ekki, ég las einhvern tímann lista yfir svona svölum síðustu orðum hjá fólki. Já. Ég man ekki neitt að því, en ég myndi örugglega stela bara eitthvað að því. Bara eitthvað. Famous last words. Við verðum að tjekka allan einu. Já, googla það. Famous last words. Það var sko, ég veit að Bobby Kennedy sagði eitthvað, did somebody else get hurt? Is everybody okay? Og hérna, smoke day every weed. Er ég bara að kvota Bjarnar. Og þetta er bara eitthvað lag sem heitir Famous last words. Famous last words. Eftir Nick Cage. Looks like a good night to fly. Hver sagði það? Það kemur, ég segi það ekki. Either the wallpaper goes or I do. Ok. Býtu. Churchill. Já. I'm bored with it all. Það er reyndar rosalega góð síðust orð. Það var svona ekki áhugur ég með leiðist núna. Ég hugsa að mín síðust orð verði ái. Menn það vart í dái og svona tökum hann úr sambandi. Ái. Á. Átsí. Hvað var það síðast sem hann sagði? Átsí. Átsí. Það er hérna, það er frægur enskur gríni sem heit Spike Milligan. Ja. Og hann var mikið með Peter Sellers í gamla dag og eitthvað svona. Og hann sem sagt lít skrifa á legsteini sinn. I told you I was ill. Ég sagði ykkur ég var veikur. Þetta er bara legsteinu. Það er reyndar ógeðslega fyndið. Ég myndi vilja hafa eitthvað á legsteinu mínum bara eitthvað sem geti ítakur takkað og heyrðist eitthvað Átsí. Það voru einhver að koma að skipta batteri. Það fyrir ekki að vesen eitthvað. Það var ekki standa hausnum á mér. Herðu, segðu þín síðustu frægustu orð. Ok, þetta er tilbúin. Já, býtu. Á. Takk fyrir okkur.